Já, góð og gott kvöld, áhorfendur góðir. Við erum hérna mættir á leik í annarri deild karla. Það stórleikur Kári á móti Kórdrengjunum. Ég heiti Daníel Þór Heimisson og með mér í þessari útsendingu engin annar en Guðlaugur Þór Brandsson heiti ég. Blessaður. Herðu, þetta náttúrulega mjög áhugaverður leikur, svo ekki sem sagt. Liðin byrja bæði á K og eru í annarri deild. Þó ekki á sama stað því að þetta liðin sem hvað í 11. sæti og 1. sæti. Já, mikið rétt. Kórdrengir hafa unnið alla sína leiki, 3-0 eru í efsta sæti eins og staðan með 9 stig. Já, þeir eru eiginlega rústað þessari deild eins og þeir. Má segja það, en Haukarnir einnig eru sterkir, en Káramenn hafa ekki byrjað þetta sumar eins og þeir hefðu viljað. Þeir eru með 1 stig, hafa fengið á sig svolítið mikið af mörkum og þeir eru svolítið með bakið upp með vegg og þeir eru oftast bestir þannig að ég býst við góðu leik frá okkar mönnum. Káramenn hafa ekkert verið þekktir fyrir að byrja neitt allt og vel sumrin sína það nokkuð. Nei. Við gerum bara ráð fyrir því að þetta kemur svona þegar líða tekur á sumarið eða hvað? Já, það kemur allt með kalda vatninu. Já, Káramenn hafa náttúrulega verið gríðarlega sterkir inn í höllinni, en þeir reyndar töpuðu hérna fyrsta leik móti gríðarlega sterku liði Selfyssinga. Já, það var líka Skagamaður að stýra, það er svind og það var bara frávik. Já, það verður oft erfitt svona þegar að koma Skagamenn og þeir þekkja grasið inn í höllinni. Já, til dæmis með 2 Skagamenn hérna í dag. Já. Eða svona 3 eiginlega, einn borgnesingur. Já. Einn borgnesingur byrjanleginn og einn Skagamaður, einn á bekknum. Já, og hann náttúrulega þekkir það vel að spila hér inni, hefur gert það gríðarlega mikið. Arnleifur þá, hér sjáum við leikmenn ganga á völlinn. Þetta að byrja. Já. Áfram Kári. Gríðarlega mikil spenna í gangi. Við ætlum að lesa hérna upp byrjunarliðin. Já, þú tekur lið Kórdrengja. Ég skal byrja á liði Kórdrengja. Nú það náttúrulega númer 1 í markinu, Andri Þór Gretarsson. Númer 4, Ásgeir Frank Ásgeirsson. Og númer 6, Einar Orri Einarsson, hann mitt fyrirliði liðsins. Ég veit ekki aftur hver setti bandið á hann, en það verður nú bara að koma í ljós. Og svo erum við náttúrulega með leikmann númer 8 sem heitir Davíð Þór Ásbjörnsson, leikmann númer 9 nafni minn Gylfason, leikmann númer 10 Magnús Þórir Mattíasson, leikmann númer 14 Albert Brynjar Ingarsson, en hann mitt markaðasti leikmaður Fylkis í efstu deild. Rétt. Svo erum við með hérna leikmann númer 15 sem Arnleifur Hjörleifsson, toppmaður. Leikmaður númer 17, Gunnlaugur Fannar Guðmundsson, frændiðinn. Já, rétt. Og svo erum við með leikmann númer 22, gaman að sjá hann aftur í höllinni. Það gekk nú ekki vel síðast kannski þegar hann spilaði í höllinni, eða hvað? Já, hann brekka, hann skeiti í sig og fekk rautt spjald. Já, gaman að því. Vonandi gerist það aftur í dag. Vonandi gerist það aftur í dag. Og leikmaður númer 33 engin annar en Aron Róbert Spýr, sem einmitt spilað undir stjórn Bjarna Jógu hjá Vestra árið. Já, við sleppum bara bekknum. Já, það Þorlákur Unnar, Aron Þórir, Páll Sindri, Gunnar Orri og Lars Óli Jensen. Og í liðsstjórn Andri Steinn Birgisson, Davíð Smári Lamute og Logi Már Hermansson forráðamaður. Já, forráðamennir eru oftast mestu toppmennir á skýrslunni. Þá förum við í heimaliði og byrjum á leikmann nr. 31, Dino Hotsis, yfir 2 metrar. Númer 4, Gylfi Veigar Gylfason. Númer 5, Einar Logi Einarsson, 9 faðir, til hamingju með það. Númer 6, Guðfinnur Þór Leósson. Númer 7, Andri Júlíusson, fyrirliði. Númer 8, Ólafur Karel Eiríksson, frændi Fylkarans. Hvað Fylkarinn? Ekki í hóp. Fylkir ekki í hóp? Númer 9, Garðar Bergmann Gunnlaugsson. Númer 10, Jón Vilhelm Ákason. Númer 11, Hilmar Halldórsson, toppmaður. Númer 19, Eggert Kári Karlsson. Númer 20, Mikael Hrafn Helgason. Og bekkurinn Guðmundur, Árni Þór, Sverrir Mar, Kristófer Daði, Teitur, Leó Ernir. Gaman að sjá Leó Erni. Já, mjög gaman að sjá það. Avans toppmaður. Hann algjör toppmaður Avans, kendi öllum krökkum á Akranesi íslensku. Þess vegna erum við svona góð í íslensku á Akranesi. Síðasti maðurinn Róbert Ísak og liðsstjórn ögn stærri hjá Kára, en þjálfari Gunnar Einarsson. Andri Stór Björnsson, sem ég veit ekki alveg nógu vel hver þekki ekki kynna á honum. Hann aðstoðarþjálfari. Mjög góður. Haraldur Sturluson, gamli maðurinn, liðsstjóri, með honum Jón Björgvin, smiður. Svo sjáum við sjúkraþjálfari í fyrsta skipti í langan tíma hjá Kára og það Bjarki Sigmundsson.
gríðarlega ánægður með að sjá það. Já, Svo það er er með náttúrulega... styrktarþjálfara á Já. bekknum líka. Það er allt að gerast hjá Kára, það er uppgangur, það virðist vera nóg til. Hallur Sigurbjörnsson og svo forráðamaðurinn, Sveinbjörn Geir Hlöðarsson. Forráðamaðurinn, hann fer svona á bekkinn svona á 68. Þegar kaupurnar eru búnar. Já, búið að selja allt. Þá er hann mættur. Já, en... Hann stelst svolítið í það sjálfur. Já, ég held það líka. Nú, það er svo gaman að sjá hérna búningana hjá kórdrengjunum að númerinn aftan á, það er eins og að hafi bara fengið hérna svart sokkateip og sett ofan á. Þetta er ekki Times New Roman sem þeir eru með hana. Þetta er ekki til fyrirmyndar. Ég sem svona liðstjóri til margra ára finnst þetta ekki Ég verð bara að vera sammálaðir. Þeir þurfa að leggja meira í varabúningum. Þetta er náttúrulega, þeir spila í nánast eins aðalbúningum og Kári. Þannig að þeir bara leggja greinilega ekki nógu mikið, þó þessi nóg til í Safamýrinni. Já, veit það. Káramenn ætla náttúrulega að láta kórdrengina líta út eins og stúlku í einsöng. En það væri náttúrulega mjög gott ef þeir myndi gera það. Já. En auðvitað hérna verður þetta gríðarlega erfitt. Þeir eru náttúrulega vel mannaðir, kórdrenginir, spila á gervigrassi. Já, þeir gera það. Og þó ekki inni. Nei, þeir spila á sama velli og Framararnir. Framararnir er einmitt að vinna og það er Kára lettindi Alfred Már Þorláksson sem er búinn að setja þar. Það held ég, og þar er staðan 1-0 og staðan í öðrum leikjum er svo að það gengur vel. Takk fyrir það. Og það er náttúrulega heil umferð bæði í lengjudeildinni og í annarri deildinni. Já, það er spilað þétt þessar mundir og það er skallabarátta og aftur, nei. En það er náttúrulega, já, þetta hafa nú kannski ekki verið leikirnir, nálægt. Hafa ekki verið alveg leikirnir hjá Kára í gegnum tíðina, svona fyrsti leikur eftir ísku dagana. En þeir hafa ekki riðið feitum hesti. Nei, ekki riðið feitum hesti, en það kannski sem að er frábrugðið núna í ár er það að leikurinn er á þriðjudegi eftir íska daga. Hann hefur yfirleitt verið á föstudag og laugardegi, en menn hafa gjörsamlega bara sullað í sig fimmtudag, föstudag, laugardag, sunnudag jafnvel. En núna var það þannig að það mátti náttúrulega bara ekkert vera að... Menn var bara að banna að drekka á laugardaginn. Og það stóðust allir við það, þannig að ég gerir ráð fyrir því að þeir séu í hörku standi. Já, það er ekki spurning. Og þetta byrja náttúrulega gríðarlega jafnt. Það er gaman að sjá að kórdrengir þeir pakka í vörn með 5 manna vörn. Já. Með Keflvíkinginn Einar Orra. Þetta er hendidómari. Já, Einar Orra Einarsson. Dómarinn á okkar bandi, Dómgæslan í sumar hefur náttúrulega verið arfaslök eins og Jóhannes Valgeirsson, fyrrverandi dómari og leigubílstjóri í Hjáverkum, sagði í fréttum Stöð 2 í gær. Það er bara rétt hjá hann. Hann var ekki sáttur með Dómgæsluna, finnst bara eins og dómararnir séu bara ekki alveg með þetta. Nei, það er eins og þeir hafi dottið í vínarbrauði svolítið í COVID-inu. Já. Glafshús nú á vínarbrauði er einmitt hérna fyrir þá sem eru með gullmiða hérna á leik á Akraneshöllinni. Já, ásmiðarnir. Ásmiðahafarnir, gullmiðarnir, silfur er ekki nóg. Nei, þá kemstu bara inn á öllum. Já, þannig að gullmiðarnir er að hérna þá færðu Glafshús nú á vínarbrauð. Dino Hodzic alveg spila út úr öllu. Hilmar tekur hann, sérðu? Já, Daniel Gylfason, ennir Keflvíkingurinn í kórdrengjaliðinu. Þeir eru 3 í byrjunarliðinu sem ég veit um. Já, það er Daniel Gylfason. Misti Albert Brynjar boltann og hugsa eitthvað allt annað. Og Andri er komin hérna á flegiferð. Andri tekur eitthvað skot þarna og fáum fyrsta hot leiksins. 1 hot. Það er Káramanna. Inni með Dino. Hvað segirðu? Inni með Dino, það væri fínt. Það væri ekki verða. Maðurinn er eins á allra stæðsi sem hefur spilað hér á Íslandi. Ja, tæpir 3 metrar. Já. Það er fínt að eiga eitt sem að tæpir 3. En það voru nú töluvert fleiri sem mættu seinasta heimaleik. Já, það mætti vera aðeins fleiri. Já, fólk er kannski ekki alveg að gera ráð fyrir að þessi leikir alltaf á þriðjudagskvöldum. Þetta er náttúrulega nýtt fyrir mannskapinn. Já, rétt. Þeir eru margir komnir í frí. Já. Sjáðu, þetta er mark. Steinleikur. Dómari, hann tógar hérna eitthvað í hann. Það má ekki lengur eins og við höfum séð núna í undanförnum leikjum. Það er bara ef að menn tóga eitthvað inn í tauga þá er þetta bara víti. Þá er þetta víti. Er þessi til dæmis nummer 9 eða 4? Það skilur enginn með treyjur. Nei.
Það er að segja, þetta er eitthvað hérna, liðsstjórinn, þeir eru ekki með liðsstjóra eins og niður. Það er engin liðsstjóri á skýrslu hjá þeim. Það er svolítið að lítið verða þitt starf. Já, nei, þú sér það að þetta gengur ekkert að hafa ekki liðsstjóra. Þessi nummer 4, hann það. Já, ok. Ásgeir Frank. En hérna, liðsstjórinn nefnilega einmitt í kórdrengjunum, hún var, það er kona, allt er góð með það, en hún hérna var einmitt þegar að IA keppti á móti kórdrengjum, það er nú ekki langt síðan, þar sem að IA kom með sigurhólmi eftir framlengingu í bikarnum. En hún var þar og alveg svakalega fínn liðsstjóri fannst mér. Ekki var það konan sem var alltaf í Fram? Nei. Nei, Þura, hvað heitir hún? Já, Þura, hún var eitthvað, hún er ekki lengur að liðsstjórast. Hún var toppmann. Algjörlega topp. Hún hætti held ég eftir að þeir unnu bikarinn 2013. Eðlilega, hættir á toppnum. Hætti á toppnum. Hún var búin að vera frá 91 og Fram vann ekkert frá 90 til 2013. Þannig að hún byrjaði árið eftir að þeir hérna... Undir 6 ári. Já. Þannig að hún byrjaði þá og hætti síðan 2013 á toppnum. Og algjörlega til fyrirmyndar í öllu sem hún gerir í lífinu. Þeir svolítið að negla Fram kórdrengjirnir. Þeir þekki ekki annað. Nei. En kórdrengjirnir hafa náttúrulega bara hérna niðurlagt andstæðinga sína, það sem af er móti, að undanskildum Skagamönnum. Já. Það sem að Skagamenn alltaf fóru með Sigurhólmi eins og frægt orðið. Vonandi heldur það bara áfram. Já. Nú það eru búin að 6,5 mínútur á leiknum og það er ekki komið 1 færi í þetta. En ætlum við að tala eitthvað meira að Fylkir sé ekki í hóp? Já, ég veit ekki hvort að Fylkir sé meiddur. Hann er náttúrulega þinn undirmaður í sumar og hérna sló Garðabrautina í dag eins illa og það gerist, þannig að hérna hann hlýtur að vera eitthvað tæpur með hvert það var illa slegið. En það er bara aðra sliðina. Það er ýmislegt annað sem er illa slegið, en það við skulum ekkert gagnrýna það endalaust. Við skulum gagnrýna hérna leikmennina frekar. Í hinu liðinu helst. Hinu liðinu. Já, og hann er svolítið að spila bara með í utandeildinni þessa dagana. Já, hörðu, það er allt brjála hérna. Spjald, dómarinn sagðan. Hákon, sérðu? Spjaldaði hann? Já, ég held að þetta hann var ekki Hákon. Þetta var þarna Frankarinn eða hvað? Nei, þetta er Davíð Þór. Já. Fylkismaður. Þeir er þarna mannavilt, ekki í fyrsta skipti. En já, sko, við erum hérna með sko tæplega 200 mörk í efstu deild í þessum leik. Strækjórunum 2? Nei, Albert Brynjar á 70 mörk í efstu deild og Garðar á held ég 58. Ok, svo Jón, hvað á hann? Jón á svona, myndi ég halda svona eitthvað á þriðja tug. Einar Orri hlýtur eða 3-4? Einar Orri eða 3-4, hérna Andri Júl. Fleiri, Eggert á eitthvað, hann á svona 5-6, já meira, hann á örgulega svona 7. Og við eigum Andri Júl, hann á náttúrulega Magnús Þórir, hann á einhver 20. Við erum að tala bara svona eitthvað á annað 100. Það er alveg, eitthvað, bara tæplega 200. Og það er náttúrulega Einar Logi, hann skoraði bara 4 til dæmis í fyrra, með sjálfsmörkum reyndar. Já, reyndar. Gulli Jóns, hann á eitthvað, hafsend inn í kórdrengjunum. Já, það er nokkið mikið. Já. Þannig að það er það upptalið, en... Hendi. Og hann var ekki rangstæður, en hann ennur eftir að hlaupa eftir þessu. Hilmar, okkar maður, nýbúinn að slá bjargagrundina, skellihlæðandi. Og... hann er svolítið í stuttbuxunum í vinnunni. Hann slæðir í stuttbuxunum, hann gerist ekki harðara. Hann orvar ekki í stuttbuxunum. Jú, líka. Hann gerir þetta allt. Gengur í öllu verð. Já. En... já, eins og við sögum á hann að þá er leikmaður nr. 16 á bekk hjá Skagamönnum, Leo Ernir Reynisson. Náttúrulega pabbi hans er einn leikreyndasti leikmaður Skagamanna frá upphafi. Íslandsmeistari 2001 og bikarmeistari 2003. En hann náttúrulega er náttúrulega í IA, var fenginn, eini leikmaður sem fenginn í IA, en hann er bara mættur í Kára. Já, þannig að IA styrkti sig ekki neitt í rauninni fyrir þetta tíma. Nei, en hann er varnarmaður eins og pabbi sinn. Já. Og getur spilað hérna líka frammi í hornum. Getur hann það? Já. Það er flott.
En ég veit ekki hvort hann sé jafn lélugur eins og pappinn sinn að skora mörk því að pappan skoraði 1 mark allan sinn feril. Það var á móti Val í 3-1 sigri og það gerðist í stöðunni 2-1 árið 2003 og staðan var 2-1. Þetta var mark á 90. mínútu eða eitthvað. Það skipti engu máli. Fagnaði hann? Já, fagnaði eins og óður hundur. En Arnleifur hérna, Hilmar, vel gert. Garðar hlaupir ekki eftir hann. Nei. Ekki margir sem vita það að Garðar Bergmann á fleiri mörk fyrir IA í efstu deild en Arnar bróður sinn. Það eru færri sem vita það, en ég veit það. Þú veist það? Já. Og ég held að sé eitthvað einu marki meira. En var Arnar ekki betri, rangstæða? Þetta var færi en það gerist ekki. Nei, allt í góðu. Nefnum ekki eins og að spila þetta aftur. Einar Logi með Finnur Garðar sem að Finnur Guffa, vel gert, Guðfinnur nýbyrjar að vinna á Höfða. Það séu þið? Já, hann er að vinna alltaf að hjóla. Þetta er mark. Hann er alltaf að hjóla með hennar fólki framan á sig. Stendur sér gríðarlega vel í því. Guðfinnur, hann er maðurinn sko, einu sinni var hann í Brekkubæðaskóla, gott ef hann ekki var leikskóla áður, svo fór hann í Fjölbraut. Hann var í Grundaskóla líka? Ég meina, já. Og svo hérna fór hann í Fjölbraut og hérna, svo er hann kominn á Höfða. Hann er bara hringinn eins og menn segja. Þannig að ég veit ekki, hann hlýtur að enda hjá Búdda í kirkjugarðinum næst. En hérna, hann er náttúrulega gríðarlega seigur í vinnu. Ef ég myndi sko, ef mig vantar hérna mann í vinnu, þá var þetta fyrsti maðurinn sem ég myndi tala við. Engi spurning. Og öll hans ætt er æðisleg. En ekki verið að taka Jón, okkar maður, Jón Þórir, hann er með kirkjugarðin í dag, það er ekki Búddi. Já, ég fyrir ekki við. Það er ekki að gagnrýna. Jón er að standa sér hrikalega. Hver er að vinna hjá honum? Það er einn hérna inn á. Er það? Hver er það? Það er Óli Karl. Hann er vist að fá svakalig þrótt, hann er að orfa svo svakalega vel, hann er ekki að skemma neina krossa eða neitt. Nei, það er mjög gott, því að það er, ég myndi segja að það var það versta sem þú gerir að skemma kross eða að vinna í kirkjugarðinum. En sjáum hérna að það er búin að 12 mínútur leiknum á staðinu þá markalaus og kórdrengir eru í sókn. Hendi. Og þetta var hendi og sáu það allir á vellinum, meiri segja dómararnir og þeir dæma þá hendi. Albert Brynjar Ingarsson er sonur náttúrulega, hann er líka vel, pappans er sko, hann á okkur 126 mörk í efstu deild. Það er ekki pappans? Jú, Ingi Björn Albertsson, það er pappans. Nei, það er ekki pappans. Hann er með, það er tengdapappans, það er ekki. Hann er eitthvað, með Albertsson, hann er Albertsson. Ingarsson. Með Ingarsson, Ingi Björn Albertsson, það er pappans, já. Hann fyrirverandi hérna þingmaður og spilaði, hann var þingmaður og spilaði með Val í efstu deild. Já, Gunni Ben er með systur hans Alberts. Já, það er svoleiðis. Þetta, Káramenn eigi þetta. Þess vegna er Albert Guðmundsson skýrður eftir Aðarsson. En hérna, þeir hafa báðir spilað með Val. Og gekk aðeins betur hjá Afanum. Það er hjá pappanum, segir. Hann á 109 mörk í efstu deild með Val. 17 fyrir FH. Var ekki Albert Brynjar bara hræðilegur hjá Val? Jú, var það ekki. Hann var síðan fínn með FH, var Íslandsmeistari og hann missa Káramenn boltann á miðjunni. Það vilja þeir ekki gera. En gríðarlega vel gert hann hjá Mikael. Sendi boltan beint á kórdrengja, menn Hákon með eina fína sendingu sem átti sem gerðist ekkert upp úr og staðan er því enn markalaus. Nú ætla Káramenn fengu liðstyrk að utan í Dino Hotsi sem að margir vilja meina að hafi verið gríðarlega góð liðstyrkur fyrir Kára. En hann fær ekki laun eins og einhverju halda. Fær ekki laun en hann sér völlinn. Hann var að skaffa vinnu. Og stendur sér gríðarlega vel. Alveg svakalega vinnuhestur. Finnarinn er gríðarlega þannig. Eru hann að Króatarnir, þeir eru svakalega góður í vinnu. Og hann er engin undantekning þar á. Og Mikael, þetta er hans sterkasta staða, koma svona upp kantinn. Sérðu? Þetta er ljótt dómari. Þetta er gult. Hákon hlær að þessu. En ég held þetta sé bara þokkalegasti dómari sem við verðum að fá hérna. Hann heitir Arnar Þór Stefánsson, sonur Stefáns Geiss Þorfinnssonar sem að
var hérna alltaf á skaganum held ég. Nú. Sveinn Tjörvi, fyrirgefðu. Hann hérna, já, er það... Sveinn Tjörvi aðstofudómari 1. Já. Hann sonur Viðars og svo aðstofudómari 2 sem Ólafur Brynjar Bjarkason og það einmitt toppmaður og svo eftirlitsmaður Frosti Viðar Gunnarsson. Það reyndar, það er mjög stórt. Það mjög stórt. En sko, dómarinn getur verið svolítið hörundsár. Já. Og hann svolítið svona, hann kom upp að mér og Hadda Stull áðan, gamla manninum, bara hann baði 3 bolta fyrir leik og bara ofpumpaði alla saman. Hann sagði, ég ekki að fara að pumpa í neitt bolta, hann vildi bara geta leyst úr þeim. Okay. Hann bara ofpumpaði þetta og hún viss betra að leysa heldur en að pumpa. Hann svolítið að leysa og hann var aggressív þegar hann sagði þetta, hann var svona smá skrítið. Ok, en hann hefur staðið sig óaðfinnanlega fyrstu 15 mínútur af leiknum, finnst mér. Sammála því. Hann búið að vera svolítið tafir núna í þessu. Hvað af honum hérna, Mikael hérna, hann ekki allt í góðu lagi með hann? Jú, þetta ekki bara að blóna sér, þetta bara Sverrir Mar mættur. Já, það blóna sér tvisvar í hverjum leik. Já, náttúrulega liðstyrkur náttúrulega líka, nefnum ekki gleyma því að Káramenn fengu hérna Einar Loga sem á svo frábæri skiptingu hérna yfir á Hilmar en Einar Logi náttúrulega spilaði með í efstu deildinni fyrra og skoraði 3 mörk, 4 reyndar, 1 sjálfsmark en hérna sem 9 ára faðir núna. Já. Þetta er bara ljótt. Já. Vel dæmt hana eins og ég segi, dómarinn með þetta allt. Það mætti alveg spjálta þetta, en það auka atriði. Hann heldur spjöldunum í vasanum, eða kannski kom hann ekki með þau. Vona ekki, en það geti alveg vel verið því að yfirleitt þá eða svona stundum þá taka dómarar ekki með sér spjöldin í fyrra hálfleik. Hvaða helviti hlýi það? En Jón Vilhelm svona... sjá að Jón Vilhelm, hann að spila svona aftar en hann vanur. Hann djúpur miðjumaður. Hann spilaði þetta einnig á móti KF, Fjallabyggðinni og skoraði þá. Já. Það verður áhugavert að sjá hvernig það funkar þarna. Hann búinn að raka sér skautann líka, ég gríðarlega ánægður með það. Já, hann hættur að vera með hjálminn á hausnum. Þó hann heiti Jón Vilhelm sem þýðir Jón ég vil hjálm en hann hættur að vera með hjálminn á hausnum því að hann bara vex ekkert á hann. Ja, hann bara svalur núna, ég ánægður með þetta. Mjög svalur. Svalur eins og pabbi sinn. Pabbi hans, náttúrulega, þetta ekkert eðlilega vel fæðrað þetta lið. Við erum að tala Gylfa Veigar Gylfason. Gylfi í Mikli. Það náttúrulega bara, ég myndi ekki vilja mæta honum í Húsasundi, sko. Ekki bara fræðilegur. Svo erum við að tala Einar Loga Einarsson, það Einar hérna Gísla. Fyrirvændi nágrannar minn, toppmaður og grjótharður. Já, grjótharður. Það fyrsta alvöru arftækifærið. Daniel, nafni minn. Og alvöru skot sem fór rétt fram hjá markinu. Nú svo erum við að tala Guðfinn Þór Leósson, þá erum við að tala Leo Ragnars. Húsvörðurinn í FFA, hann í sumarfríi. Svo erum við að tala Július, Júli sem var í IA-liðinu inn í byggarmeistari 86, toppmaður. Svo erum við að tala Eirík, bróðir Fylkarans. Já. Þá ertu bara toppmaður. Hann sonur hennar Gurru, þá ertu að gera eitthvað rétt í lífinu. Svo erum við að tala Garðar Bergman Gunnlaugsson sem Gulli Salva, sem að vinna í Íþróttahúsinu. Hann á bara Íþróttahúsinu. Já, svo erum við að tala Ági, við þurfum ekki að eyða mörgum orðum í hann heitir Ági Jónsson, það ekki langt nafn. Svo erum við að tala Hilmar Halldórs, það Halldór hérna Dóri á sjúkrabílnum. Já. Bjarga mannslífum hverjum degi. Eggert Kári Karlsson, það Kalli hérna fyrir vestan. Toppmaður. Og svo Mikael Hrafn Helgason, Helgi ekki Helgi Einarsson. Þú veist, þetta eru bara toppmenn. En þannig að ég þekki ekki kynnið að föður Dino Hotsist í miður. Nei, en þekkjandi Dino þá það toppmaður. Hann örugglega ekki lítill heldur. Þarna fær Albert Brynjar leika lausum hala inn í teig. En vita ekkert horfa á hann og boltinn fer upp í rjáfur. Nei. Leiðilegt að boltinn fer upp í rjáfur, þannig að þeir ákveða bara að sleppa því. Hverður steinleikur þessi? Gulli Jóns næra hlífunum þarna. Gulli Jóns er toppmaður. Haukamaður, hann var alltaf, Gulli Jóns var fyrirmyndans í fótbolta, hérna hann Hafsend. Og alltaf kallaði Gulli Jóns frá 3. flokki eldri. Já. Það var hérna Þrándur, pabbi Aron Elís, hann kallaði hann alltaf, hann þjálfaði alltaf 94 árganginn í Víking. Hann fæddur 1994, vinur Aron Elís og félaga. Það ekkert annað.
Þessum að geta afturhending og hann 7-0. Magni er því fallnir í ár. Ok, Magni, þeir byrja yfirleitt illa. Og Ragnar Már skoraði 7. markið. Gleðiefni. Fyrrverandi leikmaður Kára og Brighton. Og Fylkis. Já. Spilaði ekki sekundu þar. En hann spilaði líka einn leik fyrir Ía, það var móti IBF úti 27. maí árið 2017, þeir vinnu 4-1 og hann lagði upp síðasta markið. Hann stóð sér vel þar, lagði upp á Tryggva eða ekki? Jú. Flott maður. Eða hvort hann spilaði einhvern einn annan leik, ég maður ekki, það var þann eftirminnilegasti leikurinn. Skiptir ekki öllu? Skiptir ekki öllu, en staðan eftir 20 mínútur er markalaus, en þetta er nú alveg búið að vera skemmtilegt. Þó að þessi margur, Hákon var hann er brjálað núna. Þetta er brott. Já, það þarf að fara að spjalda Hákon sem fyrst. Já, við viljum sjá svona fljótlega. Það verður gaman að sjá hvort að Palli Skúla sé mættur á pallana, líklega ekki. Hann er, já, talandi að vera góða eiga flottan pappa, þá náttúrulega á hann Hákon Ingi og Páll Sindri náttúrulega glæsilegan afa í Palla Skúla. Hann er þekkt alltaf fyrir að hafa verið í þættinum Eitt fer og elda, þar sem að vera að elda einhverjar vöfflur fyrir Sigga Halla. Já. En hann Hákon og Páll Sindri, þeir virðast svona vilja vera í sama liðum, eins og Arnar og Bjarki, þeir fara yfirleitt í sömu lið. Já. Þeir elska hvort annan það mikið. Þeir segja ekki nógu oft en þeir gera það. Andri hann með fína skiptingu. Lófísa hlýtur að vera mætt, lófi það bara. Nei, ef ég þekki hann rétt þá er hann að hlusta útsendinguna og þetta er glæsilegt skot sem fer beint á markið. Káramenn eru mun betri og mun sterkari aðeins hér í dag. Þjálfari Káramanna náttúrulega, við höfum ekki mikið talað hann, Gunni Einars. Það er mikil eftirsjá síðan við lýstum senasta leik af Nonna Krið. Já, en við þökkum honum fyrir góð störf. En Gunni Einars náttúrulega er valsari að upplagi þegar ekki, þá hann spilaði með KR árið 2007. Já, hann köllum á valsara bara. Já, en hann hefur ekki mikla reynslu af þjálfun, hann þjálfaði náttúrulega caretakerinn sem maður segir, bráðabirgðastjóri hjá Leikni. Svona 2012 ekki? Já, af Steina heitnum Gíslarsinni skagamanni. Nei, var það? Jú, þetta var af honum, já. Tók ekki svona? Steini hætti við, ekki? Nei, hætti segir við. Þetta er veikindum. Ég held að þetta hafi verið að Willum hann á ok, allt í lagi. Það var alltaf hálft tímabil, það er eina sem hann hefur þjálfað. Ok, þá er það. Já, ég held að það bara verið hann að þrjáleikja. Það skiptir ekki öllum máli því að hann er mættur í Kára og er náttúrulega, hann er hugsuður mikill. Já, þeir segja það leikmennu, hann er mikið að pæla taktík og þetta er rauninni fyrsta alvöru þjálfarastarfið hans. Já, og ekkert lögum að starfa að taka við Kára, náttúrulega Kári er... Innan við viku fyrir mót, það getur verið krefjandi. Akkurat. Já, en nú eiga þeir aukaspyrnu hana, kortaningjarnir. Já, hvað gerist? Einar Logi með þetta allt í PSG. Daniel nær honum ekki, ég sé það á svipnum hans. Andri Jól með eina glæsilega sendingu. Leikmann nr. 7 er þáttur. Garðar hafði ekki nógu miklu trú á þessu eiginlega. 7 er Aron Speer, nei, 17. Ekki rétt númer ég prentaði leikskýrsluna út 1937, 23 mínútur fyrir leik og hún er bara raung. Það er til dæmis einn leikmaður á bekknum, Þorlákur Ari, hann er númer 0. Má það það má bara í körfubolta. Þetta megi ekki. Hver er númer 7? Já, hann þetta er Aron Speer. Já, hann stendur hans í númer 33. Já, hann er breytinn knáður. Ef við værum með penna þá myndi ég breyta. 3 sem voru í Vestræði fyrra. Það eru bræðirnir 2 og Aron. Þeir hafa ekki nefnt að spila lengur undir Bjarna Jó. Skiljanlega segi ég, hann er bara búinn. Mjög illa vegið hann að Bjarna Jórindar en hann er topp maður. Hann fellur. Allstaðar þar sem hann hefur verið hefur hann náð besta árangri þess liðs á þeim tíma. Allt ný lið sem hann tekur við, nýbúið að stofna. Daniel Gylfa með sendingu. Nei, þessi er örfættur, það er nokkuð ljós. Klæðið sig úr og ofan. Hefur
verið í betra standi en samt í fínu standi en ég séð hann þegar hann var í efstu deild og þá var hann rosalur. Hann var helviti drjúgur í Keflavíkinni. Algjörlega. Og Keflavík, þú ert mín, hvernig er aftur lagið? Ég man það ekki, hringi með Djóðu Drömmur í hálfleik og spurði hann að þessu. Já, og Keflavík, þú ert ljósið sem skín. Já, ok, ég bjóstu einhverju Svo betra. Rúnar Júlíusson heitinn söng. Nú söng hann þetta, ég held að það var eitthvað stúdíusmanna höngur. En Jón dreipur þetta niður og kemur spilin í gang. 25 minnur búnar að leiknum. Einn langur, Hákon hlær að þessu, Garðar, þetta er bróðdómari. Ha? Eða hitt á heldur, sagði Kórdrengir þeir verjast bara á 5 mönnunum og 2 miðjum, svo standa hinir 3 bara frammi. Aron, Albert og Magnús. Þetta er mjög áhugaverð. Þetta er svo kallað síkilega vörn eins og þeir kalla þetta í skákinni. Það er bara að geyma leikmenn og verjast. Þeir standa svolítið í skákinni. Albert Brynjar er vinstra megin svolítið. Hann er vanur í að vera frammi. Hann hafi oft spilað á kanti. Rangstæðar hann. Ég held hann hafi ekki alveg verið rangstæðar en ég verið að treysta hann að AD1 hver var þetta Sveit Hjörvi. Hann er með þetta allt í teskið, hann hefur ekki verið með eina ranga ákvörðun í sumar. Þannig að þetta er bara rétt hjá honum. Þú þekkir ekkert hérna aðstoðarþjálfara Kára þegar við erum að tala um þjálfarann, Andrés? Nei, þekki hann ekki en ég vitandi að hann þekki Gunnar Einars, þá hlýtur þetta að vera toppmaður. Já. Það var ekkert sérstakt þarna. Hvað er eitthvað að gerast í öðrum leikjum? Staðan náttúrulega í öðrum leikjum er svo að það gengur vel og góður bolti hérna. Sjáum hversu vel gengur. Já. Skoðum aðra deildina. Já, sérstaklega gaman að skoða aðra deildina. Hvernig gengur mínu manni til dæmis Mækaranum. Hann er að keppa mótið Þrótti Vogum á heimavelli ef ég man rétt. Hann er að tapa. Ég er gríðarlega ánægður með að segja það. Ég vona að Mækarinn skýti í sig í sumar. Ég vona bara að honum gangi vel. Hver er nýji þjálfari hérna Vogana eftir að finna gæstsætti? Þetta var alveg átakanlegt. Sjáum þetta aftur. Viktor Segata er búinn að... Og þetta var... Sjáum hérna Dino Hodzic kastar bara boltanum. Hilma var ekki alveg samt klár hérna. Nei, ég veit ekki alveg hvað var í gangi hérna en við erum aftur komnir í Svo er hérna, svo er frændi minn er að vinna 2-0 á móti Víði. Völararnir eru að vinna 2-0 heimavölli, hljóta að fengi víti. Já, fengu örugglega bara 2 víti ef ég þekki það rétt. Stendur ekki, já það er 2 víti, segjum það. Já, en Anna er svona samkvæmt bókinni. Hendi dómari. Haukar er komið á toppinn. Haukar verða alltaf bestir. Haukar, laukar, spari baukar eins og skáldið sagði. En hvað er að dæma hann að dómarinn? Sjáuði, Leo hann byrjar að hitta. Sjáuði hann, glæsilegur. Smá svona hjólpengandur eins og pappa sinn og afi sinn. Já. Það er ekkert verra. Það var bara smá. Já. Afa sér aðeins meira. Það prófa barnavagni hérna stundum. En það er hérna toppmaður. Leikmaður nr. 3 á bekk hjá Kára. Sverrir Mar Smárásson hefur byrjað 1 leik í sumar. Og já, að Gunna Einars mati ekki nægilega drjúgur í þeim leik og því hefur hann ekki þurft að verma varamannabekkin síðan. Hann er enn með sömu greiðslu og þau hefur lýst um senast, hann er enn með permanentið. Já, það er miður segja sumir. Mjög gaman að því. Og Albert Brynjar. Flinkur leikmaður, fæddur 1986, orðinn 34 ára gamall. Hann og Jón Vilhelm jafnaldrar. Já, akkurat. Það eru hérna leikmenn yfir 30, eins og hérna Garðari fæddur 83. Og Einar Orri hlýtur að vera á 30 þá ég þekki hann ekki. Heldar. Eða hvað? Nei, kannski ekki. Eggert er 30 næstur, Andri fæddur 85. Magnús Þórir er og yfir... Nei, hann er kannski ekki. Hann er 30. Hann er 30, sér það. Einar Orri er hann. Einar Jóhann er 89. Já. Þetta er hundgamalt lið hjá báðum liðum. Kári hefur
Þetta er svona langelsta lið sem Kári er með, sem hefur verið í byrjun sumars núna. Bara held ég frá upp. En það er ekkert af því. Nei, ekkert af því. Ungur nemur gamla temur, eins og að segja. Já. Þeir segja það. Við verðum bara að treysta því. Sérðu Hilmar? Nei, Andra. Gengur ekki. Andri með þetta hinn Andri þarf að segja í markinu. Andri Þór Grétarsson. Þetta er þó ekki Andri Þór fyrirhugaður leikmaður Kára. Nei, hann hérna þurfti fyrirhugaður. Nei, hérna markmaðurinn. Nei, Andri hétt Andri. Þór Þórunarsson hétt hann. Hann var varamarkmaður. Þessi markmaður náttúrulega var að taka við markinu af hérna í fyrra spilaði Keilu. Já, Ingólfur Kali. Mikið, hann var hérna einu sinni í árið 2017, spilaði þá fyrstu 13 leikina. Ekki fyrstu, reyndar spilaði Palli fyrsta leikin en hérna... Það voru áhugaverið félagskipti að fá hann. Já, hann hérna átti ekki gott mót, sérstaklega ekki með Val úti en það var hann að spila á gervigrassi. Hann var ekki gervigrassmaður, andstæða við Marino var bestur á gervigrassi. En ég var náttúrulega liðstjóri á þessu ári og toppmann, algjör toppmann. Já, en þarna erum við með Eggert á kantinum. Er hann hættur í fótbolta samt, hann Ingvar? Ingvar, ég held það bara. Já. Þetta er efnileg sókn. Hann er orðinn hérna... Afi. Nei, ég ætlaði að finna eitthvað sem að væri fyndið við Kali, en ég bara mér datt ekki til hug. Þannig að hérna... Við verðum bara að bíða með það. Þann djókin, leikmann nr. 8 Davíð Þór Ásbjörnsson, hann hefur ekki sést. Nei, hann á einhverja þó nokkra leiki í eftir dild fyrir Fylki. Við bara ekki séð hann. Hann er líka ekki númer 8, hann er númer 2. Hlaut að vera, því ég var alltaf að leika leikmann númer 8. Hann er þarna. Jú, hann er búinn að vera mikið í boltanum, toppmaður. Þetta er náttúrulega mein gölluð þessi leikskýrslega sem ég gef út hérna 23 mínútur fyrir leik. Maður fer hérna upp í Vallarhús, prentar hana út og hún er bara mein gölluð. Það er alltaf ekki í lagi og ég er ekkert hissa að þessi leikur muni bara enda 3-0 fyrir Kára því að þeir eru með ónýta leikskýrslu. Já, bara dæmdu sigur. Ég væri sáttur með það. Já, ekki. Allt í toppnandi á Kára, eða ekki? Jú. En það eru þeir með liðstjóra, ég meina þeir eru ekki með liðstjóra hann að kórdringinni, það er ekki skrítið að þetta sé allt í rugling það. Andri Steinn er bara að sjá fyrst skipti. Við erum með Hadda Stull hérna sem liðstjóra og ef þú ert með Hadda Stull sem liðstjóra þá getur þetta ekki klikkað. Ég sá hann á hann var undirbúið allt. Vél. Ekkert alltaf vel í vinnunni en hann er vel hér. Nákvæmlega, hefur þið séð húsi sem hann býr í, það eru einhverjir 900 fermetrar. Hann á ekki skilið 1 fermetra af þessu. Hilmar með sendingu tilbaka á Dino Hotsik. Dino. Við hvetjum alla þá sem eru að horfa heima að koma í höllina og hætta að horfa. Treyjan hjá... Drullu ykkur heim. Allt og kalt hérna, en nei. Treyjan hjá Dino, hún er ekki í medium. Það er þá sem að voru að velta því fyrir sér. Það sér pantan. Já. Það er erfitt að sjá Árna Þór á bekknum, það er svolítið skrítið. Hann hefur alltaf bara spilað í byrjunleginu frá því að hann kom í Kára. Já. Það er erfiði tímar hjá hann. Líka erfiði tímar ekki bara fyrir hann, heldur líka fyrir bróður hann sem kemst ekki eins og í hóp. Já. Hann er undir eitthvað meiddur held ég, það hlýtur að vera. Já, hann er það. Já. Hann er búinn að meiddur í allt sumar. Minn almáttugur Andri, það er alveg... Fleiri sem er ekki í hóp eru, eins og við sögðum áður, Fylkir og svo má nefna Harald Sturluson. Hann er í liðsstjórn. Já, Auðun Ingi Hrólfsson er æfa með þeim, ekki í hóp og svo okkar maður Marino Hilmar, hann er ekki í hóp. Nei, já, þetta er bara, þetta er luxus vandamál að við erum með marga leikmenn og það gera margir tilkall til að vera í hóp og fögnum því. Já. Og Jonni er sjálfsögðu meiddur líka. Já. Jón Björgvin, það er náttúrulega enn eitt liðstyrkurinn sem að Káramenn fengu hérna fyrir mót. Það hefur verið gaman hérna staðinn þá bara kórdringir í sókn og þeir fá innkast sem betur fyrir ekki með þarna, hvað heitir hann þarna? Mikkel Kvist. Á þriðja metran þarna Mikkel Kvist. Hvað heitir hann í Káa þarna? Mikkel Kvist. Mikkel Kvist. Hann er alveg svakalegur í innkastunum, hann er betri í innkastum heldur en í hornum. Já, þetta er, ég myndi segja að þetta væri ólöglegt.
Hákon er ekki að fara að kasta langt, ég get lofað þér því. Nei. Hann er hvorki örfhendur né rétthendur. Hann vittlust náttúrulega engast alltaf. Hann notar hvoru hendina. Skrifa með hægri og kasta með vinstri hann Hákon. Já. Alveg meingallaður. Svona einhver tölvunarfræðingur og er alltaf með 2 mís. 2 tölvumís. Ekki lyklaborð. Nei, ekki lyklaborð, bara 2 tölvumís. Sérðu þið, hann að Dino kastar ekki út af núna, heldur beint á andra. Þetta er búinn að vera svona milt hjá Kára. Það er búinn að 35 mínútur á leiknum og þetta er búinn að vera milt sem að þýðir að þeir eru ekki eins sko opnir eins og við kannski viljum. Við viljum að þeir séu svolítið opnir tilbaka og við viljum hafa mörk í þessu. Já, en hefur verið svolítið milt en Kórdrengir náttúrulega hafi ekki fengið á sig mark núna í 305 mínútur ef starffræðikunningin mín sé ekki alveg farin út gluggan. Topplagi. Topplagi, það hlýtur að vera gríðarlega sterkt. Eða betur, fengu þeir á sig 1 mark hana? Nei, það. Nei, ég held ég allt 3-0. Og við ætlum að breyta því. Við Káramenn þar að segja. Já, engin spurning. Þetta er algjörlega hlutdræg útsending hér. Algjörlega. Ekki bottur af hlutdrægni. Og Dino. Þeir eru reiðir út í hann skalla. Frankarinn. Og hann á þetta glæsilega allt og góða sendingu sem hann kolrángstæðar okkar maður hérna. Ég gleym alltaf hérna, nei, Frankarinn. Sveinn Tjörvi. Já, dómari. Aðstofadómari 1, gleym alltaf hvað hann heitir, nú muni það, Sveinn Tjörvi hefur dæmt eins og hvað heitir hann góði, Sheer Amazing, konan í ensku úrvalsdeildinni, hún er besti dómari, bara langbest. Besti línurinn, já, aðstofadómari. Já, hún bara sér allt, Sheer Amazing heitir hún. En Gylfi Snúðu, nei. Ekkert ekki ánægður með þetta. Daniel Gylfa fyrir hann fram í Óla, fyrir með góðan bolta hérna. Magnús og Kórdrengi fá hótt, það hafa ekki verið mörg horn í þessum leik. Ég man bara ekki hvort sé annað þriðja hornið í Kórdrengjunum eða eitthvað. Já, annað, Kári kom með 1. Kári kom með 1, Arnleifur Hjörleifsson vann þarna hornspyrnu. Arnleifur Hjörleifsson náttúrulega besti ungi leikmaður Kára í fyrra. Já, stóð sig greiðarlega vel. Já, er fæddur á því herrans árið 2000. Já, mikið rétt. Er því tvítugur ef hann er ekki búinn að ef hann er þar að segja búinn að í afmæli. Ég þekki það ekki. Ef ég myndi gíska þá var hann í meginni þannig að hann ætti ekki að vera búinn að í afmæli. Staðan er 0-0. Nú hörmuleg hornspyrna og Jón slæsar þetta í innkast. Nei, ekki alveg. Skiptisókn. Já, Garðar, sjáu þið eins og vindurinn. Garðar er í hvítum undirbuxum, það er ólöglegt en hann var þarna frábæra sendingu á Hilmar sem í stöngina. Gjörsamlega besta færi leiksins, engin spurning. Sjáu þið hann að Garðar eins og vindurinn með glæsilega sendingu á Hilmar sem gerir allt vel en boltinn í tréverkið. Þetta hefði mátt vera meira utanfóta. Alveg svakalega gaman ef Hilmar hefði skorað því hann hafði svo mikið skilið. Leggur upp núna í staðinn. Sérðu? En Hilmar náttúrulega er flokkstjóri eins og svo nokkrir eins og í þessu liði Kára. Helst í hendur. Styrktarþjálfarinn líka. Styrktarþjálfarinn er flokkstjóri og við erum með liðstjóran er flokkstjóri og svo er einn á bekk sem er flokkstjóri. Og einn utan hóps. 2 utan hóps. 2 utan hóps. Þetta er alveg ótrúlegt. Kæmir ekkert óvart ef Gunni Einars væri bara rekstrastjóri í vinnurskóla þarna í Breiðholtinu. Það kæmir ekkert óvart. Það var okkar maður Sveinn með rangstöðuna. Sveinn Tjörvi. Sveinn Tjörvi. Ég veit ekki, hann hlýtur að drepast í hendinni gæinn. Hann er alltaf að lyfta upp flagginu. Þetta er Adebayoran í framlínunni hjá Kórdrengjum. Þetta er algjör topp maður þessi sem er AD2, Ólafur Brynjar, hann hefur ekki gert neitt. Pældi í ruglinu. Samt að fáðu jafn mikið borgað. Já, ég ætla bara að krefjast þessa gæinn að fá meira en þessi. Hann hlýtur að gefa eftir launin sín, þessi Óli? Nei, Óli Brynjar. Já. Það getur ekki verið Frosti Viðar eftirlitsdómarinn, hann séti þess. Eftirlitsmaðurinn, fyrirgefðu.
Hann held ég bara eftirlitsmaður Jöfull alltaf. hefði verið gaman að sjá hérna Hilmar Hilmar Seitan. skora hérna. Ég hef fagnað. Já, við hefum haft gaman að því. En kórdrengirnir stálheppnir. En ef við teljum upp styrktaraðila Kára í þessum leik þá er það Prentmet, Íslandsbanki, Kallabakari, Nike, Ravpro, Domus Nova, Skæin, Plusiki, Dominos, Apotek Vesturland, Topp Útlit og Skagaverk. Og þökkum þeim kærlega fyrir stuðninginn hjá Kára. Og Ekkert annað. já, Hver er aðal styrktalega? Er það hérna Domus Nova? sko framan á er stærsta auglýsing í Domus Nova, þannig að ég ger ekki ráð Við fyrir erum því. ekki á Domus Nova vellinum hins vegar. Nei, hann er annan staðar. Við Þar- þurfum að þar- fá þar er- nafna á völlin. Hvað heldur að kosti að myrja á völlin? 530. Helvíti er það mikið, en ég myndi gera það ef ég ætti fyrirtæki. Þeir þurfa líka að fara, já þeir eru með aftan á, Topp Útlit aftan á rassinum er ekki jafn augljóst og Nína. Nei, en það er það eitt það augljóstasta sem að hefur sést í íslenskum fótbolta. En það Heimir í Nínu markaðsstjóri heimsins. Eins og Gísli Þór Gíslason kallaði hann. Það er náttúrulega Nei, hann hendir sér niður. Óli Brynjar var loksins að gera eitthvað. Já, og hann er þá ekki með þetta rétt. Nei. Ég er ekki hissa að hann myndi bara segja við Svein Tjörva, herru, ég bara gef, hvað fá þeir? 35 skall. Fyrir leikinn? Annar deild, eitthvað svo leiðis. Þekki það ekki, þarf að spyrja hann að Magga og hvað hann sí. Dagpenningar og eitthvað anskotan. Dagpenningar? Nei, hérna ferðapenning og eitthvað svona matapenning og eitthvað djöfulan maður. Þeir eru að græða allt og mikið á þessu. Af hverju er maður ekki dómari? Þarna fer boltinn í rjáfur. Dómarinn ekki að nenna þessu. Séð hérna, þetta er náttúrulega nýju reglunar, ja, sem tóku í gildi hvað fyrir síðasta, nei fyrir þetta tímabil eða ekki. Fyrir síðast tíma. Fyrir síðasta tímabil Já. fyrirgefðu, þar sem að ekki innkastið, það var nú talsvert betri regla en svona Já. er lífið. Þetta er lífið sem mig langar í, skáldið. Garðar með glæsilega skiptingu á 8 ára Hilmar en var á Andra sem er allt í lagi. Andri kemur með flottan bolta fyrir, þar er Eggert Kári. Geða hann út. Garðar Bergmann Gunnlaugsson. Eins og hann gerist bestur. Með svona glæsilega. Sjáum hérna Eggert með boltan fyrir. Shippar hann á hann. Og þetta fer eins langt fram hjá Agat. En Garðar samt sem áður, toppmaður. Bikarmeistari með Val árið 2005 og bikarmeistari með IA 2003 þar sem skoraði með sigurmarkið og við Skamun höfum ekki unnið titil síðan sem er vandræðalegt í besta falli. Það er þessi marka mínúta núna sem er að líða en Hún stendur ekki undir nafni í ár. Nei, stendur ekki undir nafni í ár en Hákon fær boltan þar sem hann vill, keyra á leikmenn eða hvað. Þorði ekki. Á Magnús sem kemur boltan fyrir og Albert Brynjar er hérna. Okkar maður hérna Sveinn Tjörvi, hann har aldrei farið að henda þetta, það sér allt. Ég held að þetta hafi ekki verið neitt. Nei. En það? Nei. Þetta var erfitt að sjá þetta frá okkar sjónarhorni en þetta var aldrei hendi. Gleymum því. Garðar búinn að vera nokkuð líflegur svona, með betra sem við séum að gera. Hann hefur haft svolítið erfitt uppdráttar svona Byrjun tímabils. Já, byrjun tímabils, en hann er búinn Við að vera höfum séð alla leiki nema einn. Hann hefur verið smá fastli. Góður í dag. Algjörlega. Þessi steinleikur. Já. Skotamark. Skotamark, telur allt og þetta er svona fjara undan í þessu í fyrra áleik við hérna vonumst bara eftir því að menn komi aðeins ferskari í seinna áleikinn og farum að sjá það okkur mörg. Auðvitað var alveg hrikalegt að sjá ekki boltan hann inni þegar Hilmar skaut í stöngina. Já. Ég skildi ekki ennþá. Erfið ára að sjá Gylfa þarna. Og
Mikael reiknar þetta vel. Hákon setur olbúan í hann en hérðu? Það ruglir þetta. Mikael brjálaður. Það þarf aðeins að fara að espa Hákon upp, hann alltaf rólegur. Já, hérðu, þarna Nei, jæja. Guð minn almáttugur. Alveg brjálaður þarna. Og ég hugsa að dómarinn bæti nú ekki við mörgum mínútum við þennan leik. Það verður þá mest svona 1 mínúta. Það hefur ekki verið mikla tafir í þessu. Ég held að flauti þetta bara núna. Takk fyrir það. Nei, ok. Það hlýtur að vera 1 mínúta. Þegar hann fór hérna Mikael út af. Alveg rétt. Það telur allt. Það verður eitthvað voða svalur hann að Daniel Gylfason. Horfa ekki lúkið en virkaði ekki sem skildi. Ágætlega að spila hjá kórdrengjónum. Hákon brjálaður biður boltan. Það engin leikmaður í heiminum sem biður jafn oft boltan og Hákon Ingi. Það þekkja skagamenn. Alltaf brjálaður. Já, það fara boltan sér þegar að spýra hann. Nú hann sáttur. Hvað gerir hann? Getur farið á leikmenn á Hákon, hann þekktur fyrir það en hann Daniel Gylfason. Herðu, pabbi? Nei, hann ekki bróðir Gests Gylfasonar hérna. Nei, hann alltaf gaman fyrir hann. Já, þessi bróður Andriður. Mikael, nú hlýtur dómarinn að fara að flauta þetta af. Ég held að það verði bara hérna Sveinn, hann Tjörfi aðstofadómarinn, hann hlýtur að dæma þetta. Hann með klukkuna tíman á hreinu. Flott. Það held ég. Flottur við okkur lið. Já, og okkur kaffibóta. Ábýtu, ekki alveg. Þarna, það 0-0. Staðan 0-0. Já, ok. Það flott.
Heilur og sælir ráðandi góður, við erum mættir inn í seinni hálfleik á leik Kára og Kórdrengja. Staðan eftir 45 mínútur er 0-0. Fögnum því. Alveg inn í þessum leik, Káramenn. Margir sem héldu að Kórdrenginir yrðu yfir eftir 45 mínútur en þeir hafa ekkert spilað sérstaklega. Káramenn hafa fengið besta færi leiksins það sem af þegar að Hilmar Halldórsson skaut boltanum í stöngina eftir gott spil. Kórdrengir hafa þá verið að skora svolítið í seinni hálfleik, þannig að það er alveg eins líklegt að þeir muni bæta við mörkum eða koma marki inn og svo bæta við. Við hefum enga trú á því í dag. Ég svona fljótlega litið engar breytingar hjá Kára. Ekki heldur hjá Kórdrengjum, sýnst mér. Nei, jú. Það er... Nei, þetta er Arnleifur, ég var á Krist. Það er engin breyting heldur hjá Kórdrengjum. Ekki breyting hjá Kórdrengjum heldur. Kári Ríta, segir Einar Logi. Ég er eins og Jonni klára að ýta á start þegar dómarinn hlutar leikinn á. Pabbi er að hringja mig. Svaraði honum? Nei. Svaraði honum maður? Þannig ekki. Ómer, skilja kveða pappa þinn. Já, við bara skilja góða kveða, hann hlýtur að vera að horfa. Greinilega ekki, þvílíkur faðir, en allt í lagi. Nei, hann vildi svo koma í útsendingu. Þá hleypum honum. Það er ekki gott að þessari athygli. Það reyndar ekki. Þá fer hann af stað. Straujar hann. Gulli Jónsson með þetta því miður. Kast erðar Fyrsta stekið eins og öll önnur sem hafa verið tekin af Hákoni Inga Einarssoni en dómararnir eru hættir að dæma á vitlaus tekin hann að boltinn er rjáfur og það þýðir aðeins að þetta tekur alltaf eina svona 20 sekúndur. Hvað var þetta hjá Gylfa? Meira núna til dæmis. Sjáum að Óli Karel er honum djúpur. Hann hefur ekki nefnt lengur að hafa Jón hérna. Og Hákon sparkar boltanum og góðum leikmanni Sæmi. Nú það eru 13 ár síðan. Hvort það hafi ekki bara verið 13 ár upp á dag líku við. Eða það var eitthvað í byrjun júlí allavega 2007 þar sem að svipað atvik átt sér stað og það var náttúrulega leikmann nr. 6. Einar Orri sem tók þátt í þeim leik. Hann var sendur inn á. Og meira segja Jón Vilhelm meira segja. Held ég alveg örugglega. Einar Orri var sendur inn á til að strauja menn. Já, fékk rautt og Bjarni Guðjóns bauð honum síðan í mat hinn eða daginn eftir. Hann var 18 ára sendur inn á með eitt markmið. Hann eldi svo menn upp í skrifa eftir leik. Það var meðal Björn Bergmann. Já, sem var 14 ára. Ekkert á þetta maður, statt upp, sagði maðurinn, gerir það ekki. Já. Sjáum að Magnús Þórir er búinn að færa sig neðar á miðjuna. Hann var einn af þremur fremst á hann, núna komnir í 5-3-2 en ekki 5-2-3. Svona sér og hann þetta glæsilega hann á hlotarna. Dino Hotsik með alvöru markvörslu. Magnús er strax komin í boltan. Og það er gott skot. Dino. Einar segir bara já, geð hann á mig, ég skora. Ég reyndar að lýsa hérna skotinu Guðlaugur að þú væri til að aðeins að slaka þér en... Það varstu mendursýningu, sorry, ég sá það ekki.
Það er horn sem að þeir eiga, Kórdrengirnir. Hver tekur þetta? Gefur hann á Daniel. Sérðu Daniel? Sérðu hann? Nei, ok. Einar. Það fær hann samt. Við ramman Reipa draga þarna. 2 í honum þarna. Það er í gangi. Hákon. Nei! Hvað er þetta hvíta? Kallinn að skýta. Og Garðar með glæsilega sendingu. Nei, reyndar ekki, en... Hefðu vilja sjá þetta aðeins aftur ef að... Ekki segja, sjáu þið! Gleymir hérna að sparka í boltan. Og hefðu getað nýtt þetta en gerðum það ekki. Og þá höldum við bara áfram með leikinn. Þessi var góð hjá Gulla Jóns. Beint á okkar mann. Hilmar er eitthvað guttla með boltan hana. Fær hann síðan aftur. 1-2, hann er farinn aftur. Geggjað spil, Einar Orri. Einar las þetta því miður. Hann er ekki svona hraður, hann bara las þetta. Hilmar. Gert. Rangur, hann er atmiða. Hann má sparka fastar í hann mínugna. Nei, segir svona. Ekkert á þetta. Albert sterkur. Eins og pappi sinn. Sterkur sem naut. Og hérna er fít bolti og Andri Arnleifur gerir vel. Reynir að fá horn, gengur ekki. Arnleifur fljótur. Arnleifur auðvitað. Fyrrverandi leikmaður Kára. Þekkir höllina og lófan á sér. Veit allt höllina. Veit með þess að hvernig hún var byggð. Já. Því að skipta. Gylfi Veigar. Þetta bara... Hvað er í gangi hérna? Leikmaður nr. 2. Drulla einmitt. Það er í gangi hérna. Mikael er ekki sáttur. Nei. Það hefur eitthvað gerst þarna sem að ég náði nú ekki alveg að sjá þó ég sé nú alveg ofan í þessu. En ég veit ekki alveg, það er eins og ekki gerst fyrir auga á honum. Óli kastar í hann hana. Ég fekk augað. Hún er svo heitt í auganu. Alveg að drepast í auganu. Það að fara til Guðrúnar, augnlæknis. En skipting. Það er ekkert annað leikmaður. Nafn, það er svakalig skipting á vændum. Páll Sindri Einarsson er að koma inn á fyrir Kórdrengi. Nú Páll heitir í höfuð á afa sínum og hann er á skýrslu númer 18. Ég veit ekkert hvort að það sé rétt en það er í gangi hana. Þetta lítur nú ekkert rosalega vel út, Magnús með sendingu og það er Guðminn almáttugur. Dauðafæri, besta færi leiksins, fær Aron Bjarnar. Sjáum þetta, kemur þetta mistök í varnarleik og nei, hann kiksar boltan langt yfir sem betur fer. En þarna náðu þeir að komast í sendingar aftarlega hjá Káramönnum. Já, óþarfa stress hjá Óla hann að hann fær boltan. Sjáum Leo hitta hann. Þeir eru svolítið að bjóða hættinu heim Káramenn og það aðalega Dino, myndi ég segja. Sértar hann. Gert hjá Jóni. Vel spila, tekinn. Garðar með erfiðan bolta, sem er á sagt. Andri var aldrei að hóta hlaupinu hann. Nei.
Hver heldur að sé svona fyrsta skiptingin sem við fáum hjá Kára? Það er einungis einn að hita upp. Ég er ekkert viss hann verði samt fyrstur. Nei, en það er svo gaman að sjá að hann er búinn að liða og hann er búinn að hita upp eiginlega allan leikinn. Þannig að hann hlýtur að vera bara klár leið og kallið kemur. Já. Ætlar þú að borða þennan kannis nú? Nei. Ok, þá tek ég hann. Langar ekki í hann. En takk samt. Nei, Palli er ekkert númer 18. Þetta er Páll Laufey, þetta sé númer 66. Það sko, eins og ég segi, ef þetta fer svona, þá náttúrulega bara kærir Kári leikinn og það fer bara 3-0 því að það er ekkert rétt númer, það er engin leikmaður númer rétt. Þetta er náttúrulega alveg fyrir neðan allar hellur, það vantar hann að, ég bara man ekki nafnið á henni, hann að konuna hann sem var á móti Ía, topp manneskja. Þegar hún er ekki, þá er allt í rústi. Hann að Logi Már Hermannsson, forráðamaðurinn, hann ræður ekkert við þetta. En hann fór boltinn upp í rjáfur, ekki í fyrsta skipti í leiknum. Og Einar Logi ákvað að hefna sín ekki á Einari. Þeir eru nafnar, Einars. Já. Hákon með Góða sendingu myndi ég segja á Magnúsinn sem á hriflega sendingu þarna. Hilmar kemst í þetta. Þjálfarar Farin á tegin. Sérðu, það er víti. Þetta er bara púra víti. Þetta er hotn allavega. Þetta er allavega hotn, já. Sérðu, Hilmar alveg brjálaður. Ekkert á þetta en þetta er bara hotn. Fara bara milliveginn, það var aldrei hotn. Jú, víst, en aftur þetta var aldrei hotn, þetta átti að vera markspyrna, en þetta var nærðið að vera víti, þá dæma menn bara hotn til að fara milliveginn. Það er oft gert það, en þetta var alltaf hotn þetta Samúel. Gaman þegar að menn fara bara milliveginn í lífinu, dæma bara hotn þegar á að vera markspyrna, en hefði getið verið víti. En það er alltaf við fáum mark úr þessu. Sjáu hérna Óla Karl, hann skorar. Yes! Eggert Kári hefur verið í því gólan, það sem aðsumri. Fara niður drengur! Aftur! Hotn! Þetta var... Var þetta hotn? Já, ég held að. Það hefði geta... Dómararnir farin að dæma víti á bara... Minnstu hluti, allavega í efstu deild. Nú staðan í öðrum leikjum er svo að það gengur vel, það er að segja ef þú ert á útivelli því að Sellararnir tóku Haukana úti 2-1, Þróttur Vogum tóku Nettarana úti 1-0, KF tóku Dalsarana í Reynis 4-2 úti, ÍR vinnur Víði 3-0 úti og Fjarðabyggð nær í gott stig, svo ekki sem er að sagt úti á móti Völlurónum á Húsavík en þeir fengu held ég bara ekki víti. Það væri gaman að við varum eina heimaliði sem myndi vinna. Það væri eitthvað annað anskotin. Leicester jafnaði hérna á móti Arsenal, Jamie Vardy og var eitthvað grey sem að lagði upp á hann. Anskotin, jæja, það verður bara að hafa það. Já. Þeir eru líka úrallir í baráttu en einbyttum okkur þá að íslenska boltanum því að það er miklu skemmtilega að fylgjast með íslenska boltanum heldur en þessum enska og vera algjör viðbjóður þetta enska drasl en Hákon Hittir stekið Einn langur, ekki svo fyrsti Gylfi með þetta allt undir kontról, þetta er brotdómari Hákon brjálaður, skil ekki af hverju, þetta var alltaf brot Hefði verið gaman hefði geta tekið þetta snöggt svona upp á að þeir fyrir svo lengi tilbaka hana kóndringamenninir sjáum hana Hákon með þetta allt því miður það svona
væri gaman að fá svona inn einhver ferskar lappir. Við erum náttúrulega með, eins og þú veist, Guðlaugur Kristófer Daða Garðarsson, svona Garðarsmálara. Hann fekk frí í dag, gerir ráð fyrir, en er ekkert að mála lengur. Og svo erum við kannski ekkert með mikið meira svona til þess að hressa upp á kannski sóknarleikin eða hvað, þetta er sjálfsmark eða hvað, nei. Við erum með Róbert Ísak Erlingsson. Já, það er hægt að henda honum inn á. Já, annað er þetta svolítið varnarsinnað, já, sem að kannski við setjum inn á eftir að við erum búin að komast yfir hérna. Það er hægt að fá Árna í bakvörðinn og Hilla á kantinn sko, ef menn vilja sjá Hilmar skora úr næstu tilraun. Tekinn, ekkert, nei, almáttugur, úti dómgæsla er þetta. Það var ekki blautur skítur eins og maður segir á góðri íslensku. En ég ætla bara rétt að vona að þeir skora ekki upp á þessu því þá verður allt vitlaust á vellinum. Kýper. Þetta var aldrei hendi. Nei, ég veit ekki að hverju að væla. Þetta fór í vinstri gerfurtinn og Gylfa. Og hérna. Já. Mjög vel gert. Við erum þarna með fínan kross sem að Dino grípur gríðarlega vel. Ekki vanda málið. Eggert er að haltra hérna, sést ekki í útsendingunni. Nei, nú heyri ég eitthvað minna í þér. Halló. Já, þarna. Já, Eggert er sennilega bara búinn, en áframhaldur leikurinn. Hákon með hann í bakvörðunum. Hákon átt. Hann er bara þokkalega leik fyrir utan innköstin, hann getur ekki tekið eitt innkast rétt. Eggert er bara lagstur. Þeir hljóta nú að fara að sparka þessu út af leikmennir. Þetta var ekki reynt hjá Pálsindra, þannig að við eigum hennar boltan. Hausins er einhver í kortekjum, þetta er ekki... Ég standi ekki undir nafnið þannig. Núna má bara Bjarki þreyta frumraun sína í sjúkraþjálfun hjá Kára í annarri deildinni. Sjá hann númer 28. Búinn að þreyta frumraun sína hjá IA. Já, spyr bara hvað sé að. Eggert segir ég er að drepast, þarf að fara út af. Þá komum við bara út af. Og búinn. Ég hefði getað þetta sem læknir. Af hverju fer hann út af þarna megin? Þetta hefði verið mjög skrítið. Hann er að meta þetta. Já. Hann kemur inn á aftur í svona 2 mínútur segi ég og svo fer hann út af. Kristófer kemur inn á. Já, þetta að fara að kæla þetta. Hákon, kýper. Vel gert hjá Einari. Einar ekki að verjast í fyrsta skipti á sínu lífshlaupi. Gerir þetta gríðarlega vel. Eggert eitthvað að skoða þetta kælisbreiði að gera sitt, finnst mér. Þá hrúaður öllum á markmanninn. Eins og nýr. Kýper er með þetta allt. Það er þægilegt þegar þú ert með 3 metra markmann og svo er hann komið með hendurnar upp og þá, veitu hvað gerist þarna? Fór úr lið? Kippa sér í lið, já, og eða hvað? Hann er að drepast fyrir mér. Sérðu, hérna, hlutabrotnaði eitthvað. Herðu, hann er eitthvað laus hana, liður hana. Bjarki er í yfirinu. Herðu, hann bendir bara á bekkinn, hann dómarinn, en horfir í vitlaus átt. Kemur Bjarki. Já, Bjarki, hann er í yfirvinnu. Brjálað að gera hjá honum. Áðan var það Eggert, nú er það Dino. Hvað er að? Spyr hann. Puttabrotinn. Nei, við skulum vona ekki. Vonandi er Kári Steinn ekki sjúkraþjálfari. Reynisson. Já, hann skemmti einu sinni putta á markmanni í 3. flokki. Nú, hvað ætlaði hann að gera? Hann ætlaði bara kippa honum í lið og gera það vitlaust og hann er ennþá skakkur puttinn á ónefndum aðila.
Já, það var heiðarleg tilraun hjá Kára, enda er það hörku tól. Það vantar náttúrulega bara Guðjón Lækni, hvað er hann? Það var bara að fá Guðjón Lækni til að vera hérna hjá Kára, hann er náttúrulega bara topp maður, hann myndi bara setja hann bara beint í liðin. Hvernig fór hjá honum þegar hann ætlaði að sprauta Heimi Guðjón? Sko, mér er sagt að það hafi ekki verið Heimi Guðjóns, heldur hérna einhver annar. Ég bara var að hlusta á svo sögu daginn. Það var Steini Gísla? Nei, það var allan einhver. Hann ætlaði að sprauta þannig að hann fór bara í gegnum hana. Já, sprautaði á vegginn. En Guðjón Læknir er einn allra besti læknir sem við höfum haft á. Á sínum tíma var hann frábær. Algjörlega, og svo eftir hann hætti, þá mætti hann alla leiki í, bara alla. Í heiðustúkunni? Já, einn í heiðustúkunni. Hann og Rikki. Já. Og svo var hann, Hörður Pálsson líka, þannig að þeir voru svona 2-3. Já. Sérðu, það er gjörsamlega brjálað að gera Bjarka hann að hlaupa núna, hann hefur ekki hlaupað svona lengi síðan hann var eldur einhvern tímann miðbænum. Hann hlýtur að hafa bara meitt sig eitthvað í puttanum því að hann væri náttúrulega ekki að spila í marki ef hann er puttabrotin eða hvað. Frekar úr lið, þá er hann bara kippt lið, en ég efast það. Hákon, hvað gerir hann? Innkast, það er pressa. Vítastekið, nei, býtum við. Drengur, hvað ætlar hann bara að byrja að tefja hérna? Hann er farin að tefja strax. Garðar, glæsilega vel gert. Hákon er með hann því miður. Vel gert hjá drengnum. Já, það sem ég ætlaði að segja áðan með þarna Garðar, þegar ég náði því ekki að, ég held að það veri þegar Hilmar fekk færið að Garðar er í hvítum innanbuxum held ég, sem er ólöglegt. Ég held að sé ekki að harður á þessu voru, þeir voru alveg óþólandi með þetta. Já, en það er samt verra þegar að, þannig að það er erfitt þegar að hinir er í hvítu. En hvað er að hotn núna? Arnleifur er brjálaður með þetta, samt fekk hann hotn. Kristófur er mjög ánægður með þetta, af hverju veit ég ekki. Þeir eru að hotn og þeir hafa nú verið að skapa svona smá hættur í hotspyrnunum og kortrenginir hana. Sjáu þið? Kristófur er eini maður sem fagnar þegar hann tekur hotspyrnu, þannig að hann heldur alltaf að hann skorur úr hotnum. Það er ekki líka. Herðu, hvað er Hákon að gera þarna? Veit ekki sjálfur, Andri. Missa hausinn. Gert, þetta vel, Andri, Jón. Spil hann hjá Kára og þetta er bara fyrir í baki á honum. Nú ekki, sko, nú er ég að pæla hvort að þeir alveg, hann fór svo illa með klukkuna, það stendur 19:40, það er rétt hjá okkur. Ég held að það var seinna stað. Já, hann samt var Jonni alveg við. Það? Já. Eggert hefði ekki klikkað á þessu. Alls ekki. Einar með hennan. Kannski hann missi eitthvað traða eftir að hann flýtur. Og sendi Kjóla. Það held ég, fáum eina góða aukaspyrnu hérna á stórhættulegum stað. Það var, ég held að hann hafi verið rángstæður þegar hann fekk sendinguna, en tökum við bara. Já, flott. Ennþá betra. Páll Sindri í sko hérna í vegnum, það er bara svo, já ég veit ekki hvað, það er bara aldrei að gera. Þetta er ekki hávarsnöldu veggur sem maður sér. Nei, farðu yfir þetta bara á mark, sjáðu þið! Það hefur verið gaman að sjá þetta inni, við erum að sjá þetta aftur, glæsileg spyrna þarna frá Jóni. Beint úr teikniborði Gunnars Einarssonar.
Garðar fyrir 3 árum hefði hann skorað hana, væri mættur. En aldurinn kannski farin að hvaða þeir eru að spila hérna alveg svo hauslausar hænur hérna á varnarleiknum en bjargaði þessu. Farið að færa svolítið meira lífi í þetta. Þetta er meira box to box leikur. Glæsilegt. Andri að flýta sér þó ekki margir Káramenn nálægt. Glæsilega gert. Lítið farið fyrir Hilmar í seinni hálfleik. Já, svona minna. Það hefur hann bara voru lítið gest í þessum seinni hálfleik. Já. En það er nóg eftir og það er vel. Hörðu. Þegar þarna aftan í hann. Þetta á að vera mikið tækifæri fyrir Kára. Nú alveg eins og Með þetta. alveg með þetta. Það á að vera tækifæri fyrir Kára að skora bara 1 mark og hérna Loka þessu. loka þessu bara taka Sérðu? bara sáuði Óla eins og aldrei gert neitt annað en að sóla menn hægri vinstri. Enda kallaði Sóli. Aron Speer hætti við hann hana. Þessi var ekki eins góður. Sérðu? Ekki hvað hann að gera hann að markmaðurinn. Gúbbi. Taktu það. Fór það í Hákon. Hákon heldur að segja á línu, gerði það ekki. Þetta er allt að koma. Búnar 70 mínútur af þessum leik. Staðan enn markalaus. Ég Já, bara minna man ekki eftir því hvenær ég fór síðast að markalausan leik hjá Kára. Ég held að hann aldrei gest líka við. Nei. Það er komin örugglega 10-12 ár síðan ef það hefur einhvern veginn að gest. Ég er ekki viss. Varst þetta því? Þekki ég ekki, maður ekki eftir að spila leik þannig. Ég bara neita að trúa því. Við hljótum að fá okkar mark. Nú kemur það, Óli, Óla. Hot. Hann datt eitthvað að tegnum hann einar, var þetta ekki eitthvað? Þetta er hot. Hann er með þetta allt hann Sveinn Tjörfi, minn maður. Andi 1. Já. Við erum alltaf að taka. Hann er ekkert búinn að taka þetta. Magnús Þórir reynir að vera sniður og drullar svo yfir okkar mann á línunni. Spjaldaði hann bara. Því er eitthvað að drulla svona yfir. Hanna! Sérðu? Hanna. Magnús Þórir. Spjaldi í leikinn. Til aðmikið með þetta. Já. Hélt hann væri búinn að taka, hotspinnuna. Af hverju ætti hann að gera það? Það var ekki kjaftur nálægt honum annars. Gamla góða triksi sem hann tók í 5. flokki. Ég hef ekki séð það í meistaraflokki lengi. Nei, og hvað þá svona þegar það missar hann svona rapalega. En fáum bara alveg horn í þetta og mark. Nú dettur það. Engar trú á öðru. Jón. Já, þarna. Sérðu? Jón. Káramenn fyrstir, aftur. Æi. Þessi fór alveg bara. Já, hvað? Hann fór aftur fyrir Sveinn Tjörfi. Sá þetta. Arnar Augu. Og það er skipting hjá okkar mönnum. Okkar maður er komin á. Kanóna að koma inn á. Sveppurinn Sverrir Smárasson sem er nú örugglega með þeim leikja herri leikmönnum með Kára í þessum leik. Það sem að leikjast í leikmaður Kára Marlon Ásgeirsson er utan hóps. Nú Sverrir er að koma inn fyrir Jón. Hann er alveg gjörsamlega búinn á því greið. En hann er náttúrulega að spila þetta eins og, ég veit ekki hvað, bara frábær frá A til Ö, hefur mér fundist. Og Sverrir með hann eitthvað band þarna höfðukúpuna, ég veit ekki hvað. Gerir ekki neitt, gerir ekkert fyrir hann, en hann má alveg vera með þetta. Eitthvað teip sem að keypti þarna bara. Gulla Sverris keypti það fyrir hann. Hann er byrjaður, hann er mættur, hann er byrjaður. Leikmaður númer 3. En Nei, hvað? Ángraði hana. Sérðu? Þetta er kaffið. Þetta er kaffið á, rót sterkt alveg. Það farið lengur hana. Hendi. Nei, ok. Skoðum hérna. Já, góð.
Góður bolti, Albert Brynjar er ekki búinn að sjá hann í seinni hálfleik. Ósýnilegur. Mækarinn. Hákon alveg gjörsamlega brjálaður, hljóp hann á hálfan völlinn. Nú þarf hann að hlaupa alveg til... Nei, léleg sending hérna. Afleitt, en áframveldi leikurinn. Vel gert hjá Guffa. Hvað var þetta? Einhver smá rollir í þér? Já. Já. Allt í lagi. Það er farið að kólna hérna í Akranesvellinni. Já. Manni líður best í kaldri Akranesvöll. Já, það er... Yfir 5 gráður, ég myndi að segja að það væri bara hræ. Það var þetta frekar kalt inn upp á Skaga. Sjáðu. Það er eitthvað hérna... Vesen, er þetta? Nei. Herðu, benda át á dómari. Hann gerir það. Að hérna er svona náttúrulega mjög gott veður oft inn í höll þegar það er rigning úti, að þá er yfirleitt gott veður inn í höllinni, en svo er oft verra veður inn í höllinni þegar það er hlýtt úti, þar sé að sól. Já, þá er kalt hér. Takk fyrir það. Já. Þetta, sérðu? Yes! Já. Fram hjá öllum hana. Það var ekki rangur. Andri ekki sáttur með sína menn. Má ekki vera með boltasækjara hérna. Hvað var ruglegur þetta? En... Hörðu, snúðu drengur. Já. Aron Spyr, hann er gjörsamlega búinn á því. Garðar er svolítið að missa menn framfyrir sig núna. Já, það er svolítið vandamáli hans í fyrsta leikjunum. Hann er búinn að gera vel í dag. Núna er þetta að fara að klikka hjá honum. Garðar er náttúrulega búinn að spila 75 mínútur, hann er kannski ekkert mikið meira maður en það eða hvað, ég veit það ekki. Eðlilega ekki, bara hann er orðið svona gamall, en hann er að... Það sé svona, er okkar maður að koma inn á? Hann er elsti maðurinn á vellinum. Elsti maður. Hver er okkar maður, hver er það? Leo? Já, ég veit það ekki. Á þeir það gerist ekkert í þessum leiknum, bara einhver hotspinnur. Það komið alveg svakalega margar hotspinnur í seinni hálfleik. Já. Mitt. Það væri fínt að setja hann inn á núna, hann er með hæð. Já. En Gunni Einars geymir þetta. Hotspinnan lítur ágætlega út svona. Vonlaust tilraun. Já. Þetta var ekki gott skot. Það er voðalega rólegt í tíðinni. Þetta er alveg... Segðu nú bara eitthvað skemmtilegt sem við gerist hjá þér í dag. Já. Klukkan hvað vaknaðirðu? Ég vaknaði klukkan 7. 7. Mættir vinna 7:30, mættir ekki aðeins og seint. Ég mætti 1 mínútu í, bara eins og flesta aðra daga. Mætti alltaf á réttum tíma. Já, og Hervar og Alfreds voru bara mættir. Já, ok. Yes. Herðu, en núna er hérna maður að koma inn á og ég bara veit ekki betur en þetta sé bara fyrsti leikurinn hans í meistaraflokki. Eða hvað? Já, alltaf í móti, mótsleik. Í mótsleik, það er að segja Leo Ernir Reynisson, leikmaður nr. 16. Hann er mættur beint úr Árbænum. Hann er ekki nr. 16. Hann er nr. 23. Herðu. Við getum ekki kært skýrsluna. Það er allt. Þetta er sko, ég kenni Hadda Stullum hana. Haddi getur ekki verið... kenna öll. Hadda allt, hann skýtur í sig reglulega. Líka, þeir voru að gera breytingu hana út af fyrir leikmaður nr. 10 og inn að kemur leikmaður, það er ekkert að marka það, nr. 18 segja þarna. Það er Páll Sindri hana, það getur ekki verið. Ég er ánægð með númeri samt hjá Leo. 23. Já, þetta var mitt númer í Kára. Já. Ekki erfitt skarð að fylla, þannig að hann bara mætir beint í liðið og já, sjáu þið, það er bara, hann er svo flottur á velli að það er unun að fylgjast með honum. Hann er sonur afarsins. Já, algjörlega til fyrirmyndar. Já, sjáum hérna, hvað gerir Hákon?
Tekur eitthvað Fylgist með innkast. þessu. Já, nei, sérðu, af hverju ekki aðstofadómarinn að horfa á innkastið því að Þetta er augljóst alltaf. Sjáðu hvað hann Sjáðu, gerir. ekkert að horfa á hann. Það sjáðu þetta. Vitlaust. Steig lengst inn Já, á þarna. steig lengst inn og Það er hérna alltaf eitthvað. lyfti annari löppunni heldur. Já, þú fá að sjá þetta aftur. Já. Núna gerir hann eitthvað. Þetta er alveg glórulaust hjá Ólafi Brynjari á línunni. Já, sér hann horfir eitthvað á hann núna bara, horfir á hann Já, svo, hann bara stóð allt og aftarlega þegar hann tók þetta. Þetta er ótrúlegt og líka hann lyftir annari oft upp, skerði hann ekki núna en þetta er alltaf eitthvað. Þegar hann verið að fara inn á völluna og maður getur taka þetta á hlaupabrautinni. Já, lengst inn á. Já, þetta er svona svipað eins og Arnar Freyr gerði alltaf þegar hann tók, kastaði lengst inn í teginn. Leo spilar úr þessu, ánægð með þetta. Eggert gleymir boltanum. Og setja hann á beint Óla. Frankarinn, sjáu þið sveppinn. Hann ætlaði hann að fiska eitthvað hana. Dino með þetta. Dino problem eins og þau segja þegar það gengur allt upp hjá honum. Ekki málið. Dino var kannski ekki með mikla reynslu, verið svona varamarkmaður í gegnum tíðina en náttúrulega samt gríðarlega gott. Gunni Jóns segir bara biður til Jesús, hann hjálpar hann ekki neitt í dag. Hjálpaði hann alla aðra daga en núna Sleppir í dag. Já, þetta er rétt tekið. Takk það Mikael, já. Hver öskraði, yes. Ég veit ekki, það var ekki fallegt. Nei. Það er skipting, eða hvað? Nei, aftar. Þar Fjær, sjáðu Andra Júl. dómarinn með þetta allt á hreinu hvað skiptingarnar varða. Það hefur verið að gagnrýna á það að Tími. leik hjá Njarðvík daginn að það var hérna einhver dómarinn var ekki með það á hreinu hversu margar skiptingar máttu gera og Það finnst mér vandræðalegt að það er eins vandræðalegt og það verður. Nú en maður þetta vissi Mækar hann ekki heldur, enda er hann ekki sáka á þetta. Mækar er náttúrulega alltaf í mjóttinni að selja ýmislegt, hann er alltaf að selja einhver uppþvottabusta og einhverja viskastykki og eitthvað. Já, gengur það vel. Það gengur alltaf vel í því, þess vegna gengur svona illa á Njarðvík því að hann er alltaf að selja. Já, og svo í frístundum sínu er hann að perlusauma. Já. Það gengur Sérðu ekki jafnvel. Nei, það er alltaf mikið að gera hjá honum í einhverjum svona stússi. Það er 6 vinnum og þetta Já. eru 2 af 5. Já, það er að selja þess það er alltaf bara að segja sér sjálft þegar þú ert í einhverjum 6 vinnum, þá getur ekkert verið að endalaust verið að Og það er líka ekki þjálfa. Nei, og mjóttinu, það er erfitt að selja það. Svolítið heitt í mjóttinni. Já, einmitt. Það er heitt hann inni. Býtu nú við, ok. Góð sending því miður hjá Einari. Brýtur upp vörnina, já, Arnleifur. Krossar með hægri, hann er ekki vanur því. Hann þekkir það sést. ekki og hann sést og Eggert vinnur þetta. Halli með þetta. Garðar er Vel svolítið gert hjá að Palla. missa sig hérna. Gefur Hákon, á bróður sinn. Hvað gerir bróður hans? krossar á Hilmar. Hilmar með þetta í Þetta er markmenn, nei. Það er að dæma hérna hotn. Alveg óþolandi að Já, skipting. hvað er mörg hotn. Hvað er hann að skipta í hotni þarna maðurinn? Hvað finnst þér leikurinn að segja? Ekki hjátrú á fullinu Gunni. Þegar ég var að liðstjórast í síðasta leikum Skagamönnum og þá ætlaði ég að skipta hann Jóni Gísla inn á og það var komið hérna Kláraði tími þriðju. af skipting en það mátti ekki gera skiptingu og það var alltaf hotn og svo kom aftur hotn. Jói er svakalífið, segði ekki. Hann stoppar alltaf. Svolítið pirrandi að Jói stundum við mig. Þú voru ekkert að segja við hann? Jú, ég er alveg hrauna yfir hann stundum. Það er gott hjá þér. Já. Hann er með gott að þið á og til. Þeir eru svolítið að snúa boltan inn á Ekki markið. fær hann einhver hraun yfir sig heima. Jófríður hún alveg dýrkar hann, segir ekkert við hann. Nei, Má gera allt, hann bara plegir ruslinu bara á gólfið og hún tekur upp eftir hann. Já. Óþolandi svona. Herru, hann virðist vera með þetta Gunni, hann þorði ekki að skipta. Hann sleppti þessu, hann hendir í tvöfalda líka sínst mér. Hanna Bull er hérna inn í teig hérna. Palli með boltan gefur á. Eyjaru hvað? Guðsland Varnarleik. Nei. Hann lekur Heyrðu. höllin hérna, hún lekur hérna. Guðminn góð, það Það er er allt í nokkuð ljóst. rugli hérna. Þetta var nú meiri darra dansinn eins og menn kjósa að kalla það hérna inn í teig. Hún flýtur að leka hann höllin, Binni þarf að fara upp og laga þetta. Já.
Eða bara Dino Hodzi, hann þarf ekki einu sinni, hann bara getur teygt sig upp og tjekka. Það væri kannski hættur það. Garðar fara út af. Klöppur fyrir því. Já. Og Eggert. Og innan koma leikmenn nummer 17, það að segja Róbert Ísak Erlingsson og hver var þarna líka? Kristófer að sjálfsögðu, Daði Garðarsson. Og Andri Júl færir sig í fremstu víglínu eins og hann einna helst vanur. Já. Hefur skorað ófá mörkin úr þeirri stöðu. Einmitt, og þá aðalega með Kára. Sérðu? Fór ekki alveg yfir okkar mann Gulla hana. Hákon er orðinn svona svolítið tensaður sko. Þá er Leo hleypur úr stöðu. Gerir þetta vel. Hver er hérna nummer 18 hjá Kortríkjum? Það er nefnilega ekki Páll Sindri heldur svona hinn sem kom inn á hana áðan hana Aron Skúli eða eitthvað. Nei, ég veit ekki. Nei, var það hana? Nei, þetta er ekki Gunnar allavega. Hann er nýútskrifaður viðskiptafræðingur. Útskrifað með þér? Nei, bara í seinustu viku. Ég trúi þess ekki að fóða 0-0. Nei, ég alveg bara, sko, það væri eiginlega bara, en auðvitað væri það svo sem ekkert hrikalegt fyrir Kára að fá eitt stig að móti. Herðu! Leikmann nr. 15, gult. Alveg geta séð annan lit á þessu, það er svona skemmtilegt að fá smá hasar svona rétt undir lokin. Þó að það er náttúrulega kannski ekki viljað ekki af því að hann er alltaf morgunsingur. Og ágættur drengur hann, Arnleifur. Já. Ég þekki frænda pappa systurnas. Já. Hún er nefnilega... Hvað er hann? Hann er nefnilega... Múrari? Já. Hann múrar bara fyrir alla þarna í borgarbyggðinni held ég. Eini múrarinn þar. Já. Það er bara brjálaði að gera í múrverki. Það vantar. Ég segi sko, við alla krakka sem veit ekki hvað er að gera, ég veit bara, ég ætla að vera almenna braut. Farið bara í múrverk. Bara allir að læra múrverk. Það er enginn í þessu. Það væri náttúrulega hrikalega ef allir myndu gera það svo. Hlusta á þau. Nei, ég bara... Ég veit það. Allir múrar að þig. Há smá orku í þetta, sáðu þið líf. Látt hann strauja þig. Fylgir vel eftir hana. Tæklingin á hættur hana hérna. Sverrir kvartar í aðstofadómann. Ólafur Brynjar. Já, ég er ekki viss segir ekki neitt. Nei. Sverrir fær hérna bara allan tíman í heiminum með fína skiptingu á Dino sem á einhverja svo skrýtna sendingu. Við skulum vona að þetta hafi ekki Leo með þetta allt í teskeið. Það rugglir þetta. Það er alltaf að vera vitlaust í höllinni. Það er að vera vitlaust þarna síðustu 4 mínútur leiks. Já, smá hörka. Andri kom hann úr djúpinu. Þá er Kári hvað búinn með skiptingarna sínar eða hvað? Teitur kemur, Pétursson kemur ekki inn á hérna og ekki... Nei, það er eina eftir. Teitur og Árni og sjálfsögur markmaður. Já. Gunni vill á þennan bolta. Hvað, var hann ekki farin út á hann? Þinn maður, þú segir hann sem alltaf hreinu, ég efast um að þetta skiptið. Það var fyrsta skiptið sem hann gerir eitthvað villust. Það var að vera alveg Sölvi Tryggva. Sveitjörfi. Næstu þar við. Gorsby. Nú áhorfendur á þessum leik í dag eru 211 og það er bara nokkuð gott. Já. Við höfum náttúrulega viljað sjá fleiri. Já. Fyrirgeðu 244. Já, 244 áhorfendur. Mér fannst hitt fullítið. Já. Og það er af svona 12 Kortríkjastuðningsmenn. Já, 12-14 fer eftir hvað þú kallar hérna gæjan hérna í stuttbuxunum. Veit ekki alveg hvor megin hann er. Nei. Bara veit ekki hvað hann er að pæla í lífinu, en það er eins og annan mál. Fagnar öllu. Já, skilur ekki neitt. Vel gert hjá Einari. Kolrængstar hana. Vel gert hjá AD2. Sverrir er náttúrulega bara maðurinn, kemur inn á í svona leikjum, stýrir þessu,
fer í öll störf. Löngum var ég læknir með lögfræðingur prestsmiðju kóngukennarinn Kjarval Plógur Hestur vísa orð hann. Það er að þegar hann fer í öll störf. Var þetta gert hann eða er þetta ort hann nú í dag? Það er ort hann. Já. Hann bara veður í öll verk. Alveg saman hvað það er. Þessi hótspinna það sá þetta. Þetta tók Bjarnar Guðjóns á þetta, hann tók þetta alltaf meter fyrir framann. Já, ég bara varla að séð þetta. Það er eins gott að við skorum úr þessu því að, sjáu þið, það hefði verið. Það var eins ólögt og skart orðið. Já, en það er ekkert, það er alveg sko alltaf að gera ólöglega hluti stundum. En ég væri nú til í að sjá eitt svona gott gult spjald svona fyrir munnsöfnu. Það væri svo gaman fyrir krakkana sem eru á þessum velli að heyra eitthvað svona munnsöfnu því að þá vita þau hvaða orðum eiga ekki segja. Já, ok, þetta er svona leksja. Já. Hvaða orð væri til í að heyra í á þess að segja? Ég væri alveg til í eitthvað drulluhali eða eitthvað svona fínt orð, íslenskt orð sem er svona gult spjald bara og þá vita krakkarnir, já, ég má ekki segja þetta, þá fæ ég bara spjald. Já, ok. Ég verður sammálaður. Sverrir líklegur hendi eitthvað svo laus. Hann er með góðan orð að fóla. Sjáðu. Það er bara græn sítan hérna maður. Spjald. Sjáðu. Herðu og hann sparkar í hann. Herðu og hann heldur í hann dómari. Herðu, sérðu. Einar Orri, hvað er hann að gera? Hann hlýtur að spjalda eitthvað hann að kórdrengjamaninn hann. Gult spjald. Sjáðu þið Sverri þarna, præm sítan. Vel gert að dómar. Þetta var rosalega. Þrefaldur snúningur, þetta voru 1080 gráður. Svakalega vel gert okkar manni. Búinn að koma inn að gríðarlega mikilvæg ákefð. Og elju, dugnaði, sand, máling og prentari. En þetta er ljótt. Spjaldað þetta dómari. Getur ekki spjaldað, hann er búinn að gleyma þeir eru föst og þau ætla að taka þessi föst leikadriði en hann gæti ekki tekið þau upp af því þau eru föst. Þessi var hann ætla að taka þau upp en þau voru föst. Þessi var ágætur. Já, þakkaði fyrir þennan. Herðu það niður. Ef við ekki bara að láta þessar mínútur hann að sekundi tíma. Jú, við erum ekki eins og vallaklukka sem stoppar sem er leiðilegasta regla í fótboltanum. Það er alltaf að stoppa vallaklukkuna. Jonni er ekki með stoppana því hann meina vitlaust í tíma. Vel gert hjá Róbert Janna. Herðu, það var villimannskær þetta dómari. Herðu, gult rautt. Díva segir gæinn hann í stutt fyrir svona þannig að hann er nú greinilega kórdrengamaður þannig að við erum að telja þá 13. Óli er alltaf að þvælast hérna. Taka þessu aukaspinnu. Leo getur alveg gert þetta. Það er bara komið hérna stuðningsmannasveitin Kári Ultras. Er að öskra. Vantar Sindra Snæfells. Já, reyndar. Aðalmaður. Hann er að passa einhverja menn sem að verður að passa því að ekki viljum við að það fyrir að fara að móða. Nú sjáum við Sverri. Vel gert og Sverri hann spilar úr þessu. Sandri. Vel gert. Mætti að halda að Káramenn væru orðnir svo þyrstir að þegar svo mikið smælki. Þeir fóru nefnilega eins og venjan er að setja niður kartöflur í maí. Apríl-maí settu niður einhverja 10 kíló af kartöflum. Skorradal. Svo bara fóru þeir núna bara fyrir helgi og tóku þær upp. Og það er ekkert að taka upp kartöfluna fyrir í september-október. En þeir fóru bara að tóka þær upp og það var ekkert um að smælki. Og þegar það er svo mikið smælki, þá ertu svo þyrstur. Alveg gjörsamlega óþolandi. Þess vegna eru það orðið svo þreyttir. Já, skýri maður. Smá svona derringur hana. Herðu, Leo. Já, hann þetta bara öxlina í þetta. Bara hann að axla ábyrgð. Sko, það er ekki ólíklegt að dómaratríóið hana sem er bara, ég meina hvað, þeir eru búin að vera svakalega góðir. Þeir eru búin að vera mjög góð leikur. Já, það er örugglega bara svona 1 mínúta eftir og við erum bara að fá eitthvað markalausan leik í þetta, ég meina. Gengur ekki. Nei, ég trúi því ekki. Það væri alveg bara, Arna, Leo, Sverri. Hvað lærði hann að skalla þetta? Í íslensku 103 hjá afa sínum. En, sérðu, Góbi. Nei. Sveit Jörvík sem flaggar þetta. Já, hann gafst ekki flagga bara strax hann. Það var reyndar okkar maður. Drepast í hendinni en hann reyndar svakalegur í kvöld, Tjörvarinn. Svona 1,5 mínútu eftir og staðan enn markalaus
Það er þetta vona að maður fái sér einn ís eftir leik, því að ef þetta fer 0-0 þá var ég að gera þetta, ég er að gera þetta frítt. Já, við hljótum það breyting. Þetta dæma þetta, þetta er ekki neitt á þetta, hann bara fór niður eins og ekkert væri. Sverrir býður til aðstofadómarans. Þetta vona að komin ekki neitt úr þessu. Þú baðst ekki markalans á leik. Já, en hún verður ekki að ósk til mig. Nei, af því að þú heldur að við eigum ekki einu af sókninni? Nei, ég bara veit það. Þetta var búið. Það væri viðbjóður að fá ekki markalans á leik hérna. Það væri mjög vont. Ég er alltaf í nónum pínu stressaður. Ég var stressaður í mörg ár. En sjáum þetta, burtum þetta kjaftaði. Segir eitthvað snillíkur. Já, það var gæni Sturlussonum, þannig að... Hvað sagður hann? Þetta er mannskjöldna. Serðu hann alveg gjössanlega brjálanda. Gulli Jóns, hvað er hann að gera? Spjaldaði Gösby. Skilaði boltanum á þér. Hann bætti við 4 mínútum. Hann var 15 sekundur eftir. Dino greinilega sáttur með stígið. Virða stígið, það sagði pappans. Dino virtu stígið sérstaklega þegar þú heldur hreinu. Já, og Siggi Donna sagði það líka. Já, Siggi Donna, hann vildi nú ekki að hann myndi skora of snemma. Nei, það er líka eitthvað besta sem ég hef heyrt og það er rétt hjá hann. Hvað gerir hann? Einu, hann ætlar að spila þessu áfram. Þetta er auðvitað 5 mínútur bætt í þessu. Það er alltaf svo marga skiptingar. Hann er þetta, en Gjössan óþólandi. Hörðu, hann kemur Kristófer á flegi ferð. Nei, Gulli Jóns með þetta allt hrein. Þorsteinn Narvason, hann er að leita að honum. Þorsteinn Narvason, er hann hér á vellinum? Nei, það er einhver krakki sem er týndur. Þorsteinn Narvason. Það veist að enginn heyrir í okkur á vellinum. Nei, það er kannski einhver heima sem er að leita að honum. Hann er að leita að mömmu sinni, Þorsteinn Narvason, 11 ára. 17 ára. Hann er 17 ára. 17 ára fyrirgjöðu. Það er ekki 11? Nei, hann sagði 17 ára við okkur. Þorsteinn Narvason, ef mamman sér á vellinum að hún vill koma að sækja hann. En staðan er enn markalaus, þetta er 90, það er 96 á klukkunni líka við. Hvað gerist? Hvernig fá þeir þessu aukaspinnu? Settir klukkun á snemma í stað? Nei, ég held ekki. Ég gerði allt rétt. Ég hef aldrei klúðrað neinu í minni lífi. Emmett, segir það. Þórður Elíasson í prentnöt, hann er á vellinum. Hann er allavega að styrkja þetta. Það er fyrir öllu. Flauta þetta af dómari sagðan. Hvað er að gerast þarna? Þetta væri nú ljótt ef að Kára... Nei, það er búið. Það er stíð. Palli brjálaður. Káramenn fá þarna 1 stig líkt og Kórdrengir. Kórdrengir eru þá ekki lengur... Jú, þeir eru ekki komin á toppinn með þessu jafntefli. Með 10 stig. Nei, Haukarnir töpuðu. Nú, ok. Þannig að hérna, Kórdrengir eru í efsta sæti. Nú, staðan þannig á Kára, þeir eru komin með 2 stig. Já, þetta var ágætt. Þannig að hérna, það er svona bara fínt. Þeir hafa nú ekki verið að gera gott mót leikinu eftir ískjötu að, þannig að við verðum bara að treysta að hérna, þetta sé eitthvað gott sem koma skal. Nú, það voru kannski ekki mörg færi í þessum leik sem við ætlum að sýna. Nei, bara Hilmar átti bara besta færi leiksins. Já, það kannski, fáum að sjá það hér. Sjáum hana Garðar, góð skyndi svo. Gríðarlega vel gert. Hilmar, Távaran. hefði verið gaman að sjá þetta stöngin inn, en sá hvað hann var svektur. Fáum ekki allt í þessu lífi. Er það nokkuð? Nei, segi ég. Þannig að við þökkum fyrir okkur í kvöld. Já, yfir út. Bless.